Sameinuðu þjóðirnar fordæma ofbeldið sem öryggissveitir í Egyptalandi beita mótmælendur og krefjast óháðra rannsóknar á mannfallinu. Hátt í 40 hafa látið lífið og mörg hundruð særst undanfarna sólarhringa. Fjölmenn mótmæli voru í Kaíró og fjölda annarra borga í Egyptalandi í dag, 5. daginn í röð. Mótmælendur krefjast þess að herforingjaráðið fari frá, en það hefur verið við völd frá því að Mubarak fyrrverandi forseti hrökklaðist frá völdum í febrúar. 100.000 voru á Frelsistorginu í nótt, þrátt fyrir að herforingjaráðið hafi lofað að borgaraleg stjórn taki við völdum fyrir mitt næsta ár og forsetakosningar haldnar í júní. خطاب المشير لم يشفي غليل أحد في نقط إيجابية ولكن في حاجات سلبية كثيرة إنه سيادة المشير اتكلم على إن الأمن بيتقدم أنا بقول إن الأمن بيتأخر. Yfirmaður mannréttindamála hjá Sameinuðu þjóðunum segir myndirnar frá Kaíró vekja óhug og fordæmir ofbeldið sem öryggissveitirnar beita mótmælendur. Amr Torki, mótmælandi í Kaíró, sagði við fréttastofu í dag að Egyptar væru upp til hópa vongóðir að herforingjastjórnin færi frá, hvort sem það yrði á næstu vikum eða á næsta ári. Flestir væru í raun að mótmæla ofbeldinu og þessum harkalegu viðbrögðum öryggissveitanna. Most of the people in these demonstrations are there because of the excessive use of power during the first day. There were about 200 people only on the square. Police forces excessive force. That's why thousands of people come. Sjálfur kvartar hann undan sviða í augum eftir að hafa orðið fyrir táragasi. Hann segir að flestir séu mjög vonsviknir með hversu lítið hafi breyst frá því að Mubarak fór frá. The transitional period were supposed to be just 6 months. But now, after 10 months, the Supreme Council, those armed forces are still in power.